Í næstu þáttum af mat og menningu ætlum við að taka beyguna svolítið út af þjóðu við 1 og kynnast landinu í gegnum munnin. Ég og tæknimennirnir Stefán og Sindri settum græðar í jeppann, fundum sólgleraugun og lögðum í hann. Stefnan var sett á Vestfirðina, þar sem við vorum búnir að mæla okkur mót við mikið af skemmtilegu fólki og líka við matarkistur Vestfirðinga, þar sem við vissum að firðirnir eru fullir af mat. En við ætlum að byrja á Sauðárkrók. Við ætlum að hitta hann Árna Hafstað, bruggara og bónda með meiru og hann Jón Daniel matreiðslumeistara. Þeir tveir eru búnir að fanga það besta sem að Skagafjörður hefur upp á að bjóða í mat og drykk. Skulum fara og kíkja á strákana. Góðan daginn, Árni Hafstað. Góðan dag. Velkomin. Þannig við einhverjum að keyra hérna út Skagafjörðin, þannig að maður kemur á Sauðárkrók. Já. Í svona fallegu veðri eins og í dag. En þá vinnulega hefur ferð tilbaka eftir og ég átti hérna sveitabænu sem ég bý á. Já, í Útvík. Já. Þar ert í Stórræðum. Ég var að plata þig bara í miðjum heiskap, eða ekki? Jú, það er komið þurrkur. Það hefur ekki verið núna fyrir í gær og allt úr sér sprottið og nú liggur á að bjarga þessu. Koma þessu inn? Já. En þú ert nú með nokkrar kýr, mjólkandi. Já, eitthvað 60 kýr. 60 kýr og kálfa til þess að halda keðjunni gangandi. Já, eitthvað álíka marga kálfa, já. En það er nú ekki það einu sem þú ert aðhafast. Ég þefaði það uppi af vinum mínum, meðal annars Stefáni Vindatökumanni sem er nú hérna, ættaður, að þú ert líka að standa í bruggi. Já, það ger ég, já. Og hvað ertu búin að vera að brugga lengi? 3 ár, rétt rúm. Seldi fyrsta bjórinn 1. júní fyrir rúmum 3 árum og ég hef reyndar ekki bruggað mjög mikið sjálfur á þessum tíma. Ég hef verið að skipta mér af og ég hef nú drukkið töluvert sjálfur en ég er með bruggara í fullu starfi sem er reyndar núna staddur í Bandaríkjunum að klára sitt nám og er að fara að brugga í Kaliforníu og á brugghúsi sem heitir Firestone Walker og svo mörgum þykir verið svona í fínni kantinum. Já, er það Jói bruggari? Jói Grugg, já. Þú var búin að heyra sögur. Já, það er margar sögur. Mikill snillingur. Hann er töluvert snillingur. Og hvað þið komin með margar tegundir núna undir í framleiðslu? Við framleiðum 5 svona fast. Eigum alltaf, eða þykjumst alltaf eiga 5 tegundir. Hann reyndar ekki alltaf sem að það er til og þar fyrir utan bruggum við svo ástíðabundnu bjórana, jóla og þorra og páska og síðan erum við alltaf með eitthvað í gangi sem að við köllum gestabjór á mikrobar, minnst okkurst á mikrobar í Reykjavík og ég vona að það getur líka orðið hérna. Þið eru líka með, þetta er nýr bar hérna á Sauðárkrók, mikrobar. Já. En þið eru búin að vera í Reykjavík núna í einhver tíma? Í rúm 2 ár, opnuðum 1. júní, þetta er greinilega heilagur dagur fyrir okkur, 1. júní, fyrir 2 árum þá opnuðum við mikrobar í Reykjavík. Við heldum upp á afmæli systur minnar sem afmælið þann dag. Og kunna Reykvíkingar að meta skagfirskan öl? Já, minnst okkurstu með að þeir vita ekki hvaðan þetta kemur. En jú, þeir taka mjög vel á móti þessu, bæði þeim skagfirska og öðrum. En í byrjun þá var nú þetta hvatinn að opnun þess bars var sá að það var nánast ómögulegt að komast að á öðrum öldurhúsum með kranabjór og þá endaði með því að ég ákvað bara að opna minn eigin bar en vildi ekki hafa þetta sem gæðingsbar eingöngu, heldur reyna að gera eitthvað meira úr þessu. Þannig að það eru sem sagt öll litlu brugghúsin á krana svona oftast nær
og að auki erum við með tæplega 200 tegundir af bjórum í hillunum í gleri. Skagafjörður og hérna Sauðárkrókur og umhverfi hafa upp á gríðarlega mikið að bjóða. Já, í bæði hérna út í eyjarnar og allt kring. Sko sérstaklega núna í seinni tíð þá hefur þetta verið, finnst mér alveg mjög frambærilegt fyrir túrista að heimsækja svæðið. Það ekki bara náttúra og það sem hún hefur upp á að bjóða og hérna hafgólan. En það eru eyjaferðirnar til dæmis, Drangeyjaferðir, sem eru orðnar reglulegar, menn geta bara treyst í að það farið. Og kajak eða flúðasiglingar eru sterkar og svo náttúrulega þessar hestalegur og þetta svona kannski það helsta og síðan eru þessir þekktu staðir eins og hólar og Vesturfarasetrið á Hofsósi og það ýmislegt við að vera og síðan getur maður þá í lok dags slakað á til dæmis mikróbar. Við vorum eiginlega búin að mæla okkur mót við vertinn á nýja veitingastæðnum Drangey. Já. Og við ætluðum að brjóta hér reglur og hefðir og fá hann og mat hennas til þess að setjast með okkur hérna í smá stund. Já. Eigum við að hóa í kallinn og athuga hvort hann sé tilbúinn? Mér finnst það vel til fundið, svona það komin svolítið fram í matlatíman. Sjáum hvort hann ekki mættur. Kemur kokkurinn. Það leitir ekki? Góðan daginn. Já, drengur minn góður. Hvað ertu komin með í skálarnar? Ég er svona með eitt og annað svona úr skagfirsku matarkistunni og tengjum þetta náttúrulega Drangey sem allra mest. Já. Hérna er með svartfuglsegg, svona linsoðið svartfuglsegg og höfum með í plokkfisk úr reyktri ýsu og svona rúgbrauðs grömbúl með. Og svo er ég með nývetan sjóbirting, svona hæg eldaðan. Þetta eru forréttir hjá okkur hvort að gera. Heldur við náum að skæla eitthvað í glasi og árna með þessu? Já, ég efast ekki það. Það er ekki erfitt að ná einhverju í glasi og honum. Það ekki bara venjulega hjá þér, já? Ef ekki reyna að para þetta eitthvað við þennan mat. Er það ekki? Ég var aðeins að hugsa þegar þú nefndir hvað þetta gæti verið, en þetta gæti verið til dæmis hveitibjórinn eða státinn. En mér langar samt til þess að bara leyfa ykkur að koma að staði hvað þetta best og tek bara svona smakkbakka einn af hverju. Ok. Já. Veitingastæðurinn Drangey. Já. Það er bara sumaropnun. Sumaropnun, já. Nýr staður. Spánýtt. Gammalt nafn. Já, gammalt nafn, nýr staður. Og þið eru staðsettir hvar í bænum? Í heimavistinni í Fjölbrautaskólanum. Það er rekum mötuneyti þar yfir veturinn og svo rekum við þennan veitingastað Drangey ásumar, eða byrjuðum á því núna. Og ætlum helst að gera það næstu sumur. Heimamenn segja mér að þú sért að taka matinn úr héraði og knúsa hann allverulega eins og maður segir. Já, það er svona það sem við reynum að gera, nota þetta svona grunnhráefni úr þessu nærumhverfi okkar. Það er þessi, þetta hef ég aldrei smakað. Ég er nú búinn að borða ansi margt. Já. Og er að leitast eftir jáfnvel þessum skrýtnu hlutum sem ég sjáum aldrei. Já. En einhver hluti vegna það hef ég aldrei. Þú hefur aldrei borðað svartfuglsegg? Svartfuglsegg. Ok. Það er stórt, það er stærra. Já. Og það er fínt að taka plokkfiskinn með til að fá saltbragðið í það líka Já, það er heldur stærra. Og Flottur reykurinn í plokkfiskum, já. Og rúgbrauðið steinleikur. Og rúgbrauðið aðeins með, já, ég held að þetta sé. Ég er svo vel. Er þetta stát eða veðja hann fyrst? Ég myndi bara alveg prófa hann. Það er salt þarna og svona, þannig að Árni vildi líka að þú myndi teka hveitibjörnum með.
Ég held að það sé líka... Kannski full seint eftir að búin að fá það stráttinn. Já, svona, það er kannski bratt að fara í... skóla á milli. Það er bratt að fara í svýrsta, sko. Annars hefur maður yfirleitt geta kláraður öllum glösum saman hvernig það eru bræðið, sko. Það er sama í hvaða röð það er. Já, með líka, já. Hérna var blómkálið. Blómkálið og blómkálspúrri, sílunga kaviar og svo hægelduð sjóbirtingurinn. Við höfum verið að nota líka hólableikjuðina rétt en þegar maður fær svona glænýjan sjóbirting þá er maður ekki að... Og svo sá ég þið bera inn sko ennþá meira. Já, ég ákvað að koma með smá eftirrétt. Hvað er ég að sjá í hérna? Hérna er nú eitt stykki ostakaka. Ostakaka? Já, svona aðeins... Sko ostakakan... Lítur ekki út eins og ostakökusneið, sko. Já, konunni minni, hún er yfirleitt svona... Hún er ekki svona. Nei, hún er ekki alveg svona. En sko, það sem var með þarna er botninn, við vorum ekkert að forma neitt til hann. Það var bara stráði í skálina og síðan kom ostakökukremið bara í kúlu og svo erum við með rabarbara. Og það er náttúrulega eitt af þessu hráefni sem við erum að nota allt og lítið. Já. Og við gerum úr því sorbet, sem þetta ís, og sykursauðan rabarbara og erum með rabarbara síróp. Þannig að þetta er svona, og sem sagt, ostakremið með hvítu súkkulaði. Þannig að það er vel sætt og svo á hérna rabarbarinn að koma svona og fríska þetta upp. Spennandi. Þannig að það er ekkert vesen hér. Það er ekkert vesen. Þetta er öll brauðin. Það er bara aðeins... Dísætt og fínt. Og svo næsti. Hvað heitir hann? Og svo næsti. Þetta er, sem sagt, forskriftin á þessu er skyr og misingur. Og hérna, en þið náttúrulega, þú sér náttúrulega rosalega lítið að skyr og misinga þannig að, en sem sagt, þetta er bara skyr, hrært skyr, örlítið sætt og svo erum við með dísætt svona misingskrem sem að sætir upp réttinn, síðan er þetta hérna svona krömbul og hvítu súkkulaði og höfrum og svo náttúrulega er ekki skyr nema þessi bláber og þá erum við með bláberhlaup og blábersíróp og nokkur svona frosin bláber sem að kona mín týndi í síðasta höst. Svakalega litríkt og svakalega fallegt. Já, og fjólutnum náttúrulega, það er vaksan og kervill. Ég ætla að hérna... Svona það sem að vex í görðanum hjá manni. Ég ætla að láta vaða, ég er búinn að sirka út núna hvernig ég ætla að fara að þessu öllu saman. Ok. Áður en við höldum áfram ferðalaginu, strákarnir. Já. Strákar, ég ætla fyrirfram að þakka ykkur kærlega fyrir að taka á móti mér á krókinn. Og ég mun hér eftir segja öllum að stoppa við, því að hér er greinilega margs að njóta. Takk ykkur kærlega. Takk sem þess. Nú var stefnan sett á saltverk á Reykjanesi, þar sem jarðvarmi á svæðinu er nýttur til að framleiða hágæða sjávarsalt með handverki alla leið. Hreint Norður-Íshafið, umhverfisvæn hægsuða og einstæð aðferð saltverks gerir þeirra salt öðruvísi en annað salt. Reykjanes er afar fallegur og sérstakur staður þar sem hann Jón saltbóndi ætlar að taka á móti okkur, þar sem að danska konungsverslunin hóf framleiðslu salts árið 1772. Jón saltverk á Reykjanesi. Þetta er orðið nokkur fabrika hjá okkur hérna. Hvað er þið búin að vera lengi hérna? Já, við erum búin að vera hérna núna í 3 ár. Já. Það er akkurat núna í júlímánuði 3 ár síðan að 3 ungi menn settu niður fæti hér og hófu að undirbúa saltvinnslu. Aðdragandinn var nú ykkur aðeins áður að menn voru búin að vera að velta fyrir sér möguleikum í nýsköpun
þessir ungu menn sem voru að ljúka námi allir í Kaupmannahöfn á þessum tíma og mikil mataráhuga menn og matgæðingar og einn hafi kynst sjávarsalti og vissi það að slíkt var ekki til frá Íslandi svo þeir fóru að velta fyrir sér hvort það væri ekki hægt að búa til sjávarsalt á Íslandi og nýta jarðhita. Þetta heilmikill prósess að við erum að tala að frá því að sjórinn kannski 2,5 til 3,5% seltustig þurfum við að ná honum upp í 25-28% til þess að mynda salt. Þannig að við þurfum alltaf að sjóða 9 til 10 sinnum niður til þess að fá saltið út úr sjónum og það það sem við erum að gera hér. Hvað ertu lengi að búa til tonna salti eða kíló eða hvað einingu? Þetta náttúrulega fyslétt í tonna salti, hvað myndir þú skjóta að vera mikið sjór? Ef ég myndi bara byrja hér í byrjuninni og fylla þennan tank sem við erum með, sem eru 400 rúmmetrar, í því eru kannski í kringum 10 tonna salti ef við fylla hann alveg af sjó. Og það getur tekið svona 10-20 daga að sjóða það niður ef við myndum bara gera það. Nú þetta nú ekki alveg þannig sem þetta gerist hjá okkur. Við dælum alltaf inn daglega og erum með missterkan pækil í hólfunum í tankinum. Þannig að við erum að tala kannski 20 daga frá því þú ert með ferskan sjó og þá getur fengið salt. En alltaf verið að bæta á tankin? Alltaf verið að bæta á tankin og alltaf kemur eitthvað ný sterkur pækill út í hinn endan og í pönnunar og þær halda áfram að sjóða í nokkra daga og svo tekin uppskera og vatnið látið renna af, svo þetta þurrkað í nokkra klukkutíma og síðan þessu bara pakka. Allt gert í höndunum, engin aukaefni, þetta bara algjörlega hreint salt úr sjónum og það inniheldur náttúrulega svona önnur bragðefni og steinefni og ýmis aukaefni sem að koma bara úr þessu svifi, þessu lífríki sem í sjónum. Þannig að þetta ekki hreint natriumklóri salt eins og þú getur fengið í saltstaukum og búðum sem framleitt í efnavespum, heldur þetta svona salt úr náttúrunni eins og náttúrun gefur okkur og með fullt af góðum efnum í. Það alveg saman hvað framleiðum mikið salt, þetta fer allt út. Það auðvitað skemmtilegt, en við höfum svona grínast nú þið komnir með vörulínu, hvað þið að framleiða margar tegundir? Þið eru með kryddsölt og reykt salt. Þetta vakti áhuga minn áðan Birkireykt salt, já það bóndi sem að reykir fyrir okkur, bóndi austur í sveitum sem hefur reykt þetta fyrir okkur og þetta mjög vinsæl vara. Grunnsalt náttúrulega bara alltaf mjög vinsælt bæði í þessum krukkum og svona í öskjum. Og svo það lavasaltið, þetta eru túristarnir mjög hrifnir af. Þetta alveg kolsvart salt og svona svolítið íslensk náttúra, hraun og aska, þannig að þetta vinsælt á veitingastöðum og túristunum. Þetta fyrst og fremst liturinn sem gefur honum brauð og salat og annað slíkt sem vinsælt. Lakkríssalt líka mjög vinsæl vara. Þar erum við komin náttúrulega í svona blöndu af súr og sætu, eða beisk og sætu getur við sagt. Daninn lítur nú að vera hrifinn af þessu. Danirnir elska þetta. Það lakkrís í öllu hjá þér. Það lakkrís í öllu þetta og þessi náttúrulega hugmynd kemur svolítið frá þessu lakkrís-dellumönnum í Danmörku upphaflega. Þetta alveg sérstaklega gott að nutta góðan vöðva, til dæmis lambakjöt, lambafíle upp úr þessu og grillan. Það alveg gjört. Eftir gott spjall og smakk hjá saltbændunum færðum við þeim góðakjöt á grillið og skaggfiskan gæðing við þorstanum. Jón sá til þess að við færum ekki tómhentir frá Reykjanesi og hlóð okkur vel söltuðum gjöfum.
geng ég þennan dimma dag sem aðrir. Eftir skemmtilegt og langt ferðalag voru við komnir að náttstað til hans Guðmundar Helgasonar staðarhaldara á Núpi í Dýrafirði. En þar hafa þeir bræður Guðmundur og Sigurður ráði ríkjum í nokkur ár ásamt því að reka veitingastaðinn Edinborg á Ísafirði. En þar einnig upplýsingamiðstöð og menningarhús þeirra Ísfirðinga. En áður en haldið var í Koju blötuði Gumma í smá spjall í Skrúði, elsta skrúðgarð Íslendinga, þar sem kennir auðvitað ýmissa og margra grasa. Gummi, ég hóaði hérna frá hótelinu af vaktinni yfir í Skrúð, hérna rétt hjá. Já. Og þetta ekki langt að fara, hótelið bara hérna steinsnar frá. Já. Og við erum mættir hérna í elsta skrúðgarð Íslendinga. Já, þetta í rauninni bara vin í eyðimörkin. Já. Allir aðrir garðar bera nafn sitt af þessum. Þessi garður er reistur og verður til fyrir tilstilli Sigtryggs Rakkurs. Já, séra Sigtryggs sem kom hér sem prestur á norðan. Og stofnaði þennan garð bara fljótlega eftir hann kemur. Þetta aldamótin 1900? Já, rétt eftir þau, 1909. Já. Og þannig að hann er að verða 105 ára gamall. En hér eru þið bræður í hótelrekstri? Já, búin að vera í 7 sumur. 7 sumur? Bara í vertíð? Já. Og hvernig gengur? Það er bara eins og í legasögunni, í rauninni. Það hafði enginn trúið að það væri hægt að reka hér hótel. En við höfum sýnt að það er hægt. Uppistaðan hjá okkur eru íslenski ferðamenn. Í ljósi þess að við erum vinsæll staður til þess að halda ættamót. Já. Þannig að við erum að fá Íslendingar á ættamót helgar. Svo að koma hérna erlendir hópar á vegum ferðaskrifstofa og við fáum mikið af bókunum í gegnum ferðaþjónustu bænda þar sem við erum aðalera af þeim samtökum. En Núpur er gamall héraðsskóli og hér var mikið líf í gamla daga. Já, sko blómatími skólans í kringu 1970 þá eru hér 170 nemendur. Já. Þannig að, og svo með kennurum og starfsfólki og mökum og börnum, þá voru hér 300 manns á veturna á þessum árum. En túrismi á Vestfjörðum, hvernig gengur hann? Er það að sjá aukningu í þessari fjölgun ferðamanna? Er það að skila sig alveg vestur af þjóðvegi 1 eða út úr Gullfoss og Geysirhringnum? Já, þeir eru að því á sumrin, sko, á high season og það er alltaf að aukast og eins og í ár erlendi ferðamaðurinn var að koma fyrr. Vertíðin er stutt. Já. Og magrir mánuður á milli kannski. Já. Og nánast engin vetrartúrismi. Nei. En nú veit ég að þið bræður eru ekki bara að reka hérna gistingu og veitingar á Núpi, þeir eru líka á Edinborg. Já. Inn á Ísafirði. Já. Við stóðum frammi fyrir því þegar ég var búinn í skólanum á Hólum að við verðum að finna þetta dugði ekki fyrir okkur báða til þess að lifa af því allt árið. Þessi sumarrekstur hér, þannig að við fundum þarna tækifæri í Edinborg og stukkum á það og það í rauninni vinnan okkar allt árið. Hvernig er það að gera sig? Þetta er menningarhús Ísfirðinga? Já, þetta er hof okkar Ísfirðinga. Þetta er hof okkar Ísfirðinga. Þannig að sko, við erum að fara, við rekum veitingastað í húsinu og við erum húsverðir í húsinu og almenningssalerni bæjarins er í húsinu og túristainformationið er í húsinu. En á veturnar þá er þarna tónlistarskóli og ballettskóli og dansskóli þannig að það er mikið líf. Ég nefnilega skoðaði TripAdvisor þar sem eins og allir aðrir túristar gera og ég er náttúrulega heitan en túristi á Vestfjörðum að þar eru þið eruð að skora bara á við bestu veitingastæði á Íslandi.
Já, ég... Nánast fullt úr stiga og fullt úr stiga. Já, við erum í öðru sæti á Ísafirði og við erum á topp 15 listanum ef við værum í Reykjavík. En Gummi, við erum búin að vera að maula hérna norrlenskar skinkur og kryddpylsur á leiðinni. Já. Og síðan við lögðum að stað í morgun og ég langar að gefa þér aðeins að smakka með okkur. Þá ætlaði ég að koma með hérna á hverju, í byrjun hvers sumars, þá ger ég rabarbarasultu og aðalbláberasultu og svo túnfíblahunung. Túnfíblahunung? Og leyfa þér að smakka. Og þetta er bara úr eldhúsinu hérna á Núpi? Já, þetta getur við keypt í lobbyinu hérna og á Edinborg. Og mér langar sko líka að láta það hafa hérna bókina Skrúður á Núpi. Já. Sem er byggð á dagbókum séra Citrix. Þannig að hafa eitthvað að lesa áður og fer að sofa. Þetta er merkilegur garður. Já. Og þegar maður er búinn að lesa þessa bóka þá bara hérna, mann setur hljóðan bara yfir hvað hann var langt á undan sinni samtíð. Karl. Duglegur Karl. Já. Því að hann ekki bara stofnaði hann sko garðinn, heldur stofnaði hann skólan líka. Guðni, við skulum maula aðeins hérna skinkur og kryddpylsur og svo röltum við yfir. En ég ætla að fá að þakka áhorfendum samfylgdina í kvöld. Ég ætla að fara í koju á Hótel Núpi. Verið bless.